Það er mikið að vera á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík. Verið er að reisa kísilver PCC bakki sílikon sem mun framleiða kísilmálm. Framleiðslugetan er miðuð við 66.000 tonn á ári. Verksmiðjan verður byggð í 2 áföngum og miðast fyrsti áfangi hennar við 33.000 tonna framleiðslugetu á ári. Verktakafyrirtækið NLS Saga er stór verktaki á svæðinu. Fyrirtækið sér steypuframkvæmdir verksmiðjuhúsanna, jarðgangagerð og framkvæmdir við höfnina á Húsavík. Hér á staðnum eru við með það bil 120 manns skráð á verkið. Það þýðir að við erum með svona það bil 80 manns í einu hérna. Það eru nokkuð margar byggingar sem eiga að rísa hérna. Þetta er mikill fjöldi byggingar. Það eru, ætli þetta sé ekki með yfir 30 byggingar. Eru margir erlendir starfsmenn hjá ykkur? Það eru, bróðurparturinn eru erlendir starfsmenn og þá eru Pólverjar flestir. Svo erum við með svolítið af Ungverjum og nokkra Portúgala. Þannig að þetta er svona alþjóðlegt samfélag hérna? Það má segja það, það sé það. En það gengur mikið á hérna, steypubílar, þeir koma hérna bara í röðum nánast? Já, það má segja það sé suma dagana stanslaust keyrt. Því að þetta er náttúrulega mikið magn sem við ætlum að steypa. Manstu svona eftir útboðsgögnunum hversu mikil steypa fer í þetta allt saman? Í útboðsgögnunum eru 18.000 rúmmetrar af steypu sem getur náttúrulega orðið aðeins meira eða minna, maður veit það ekki fyrir en uppistaðið. Þannig að þetta er svona milli 2.000 og 3.000 steypubílar þá væntanlega? Já, þetta er það eitthvað svo list, 2.000 og kannski 300 steypubílar. Svo allt járnið? Já, það eru það bil 2.200 tonna járni sem fer í þetta. En byggingarna sem við sjáum núna, mér skilst að þær svona breyti talsvert svip á næstu vikum þegar að járnavinna byrjar. Nú er að hefjast uppsetning á aðalverksmiðjunni sem er mjög stórt hús og á næstu vikum mun sjást mjög mikil breyting hérna á svæðinu. Þetta eru væntanlega mismunandi byggingar, það flóknar svona út frá verkfræðilegu sjónarmiði? Já, þetta eru náttúrulega stórar og miklar byggingar og undirstöðurnar eru sérstaklega í verksmiðjuhúsinu eru mjög flóknar. Hefurðu fengist við svona flókið verk áður? Þú hefur nú víða farið skilst mér? Ég veit ekki hvað ég á að segja það. Það var nú út í orkuver út í Noregi sem var í, þar var náttúrulega mjög flóknar byggingar líka, en þetta er svona jarðskjálftasvæði og menn eru þá með bolta til þess að bolta þetta niður og þannig að þetta undirstöður eru flóknar og svo er stálvirki náttúrulega svakalega mikið. Já, það er gert hreinlega og tekið tillit til þess að hérna sé jarðskjálftasvæði. Já, já. Þetta er karlasamfélag? Já, það má segja það. Hér er ekki margar konur en þó nokkrar. En þið svona vinnið í törnum, hvernig er vinnufyrirkomulagi háttað? Já, flestir útlendingarnir eru á kerfi sem við köllum 4-2, það er að segja að þeir eru hérna í 4 vikur og eru svo í frí í 2 vikur. Þegar ég talaði við þið síðast, það var í janúar, hvernig er svona að fylgjast með og sjá þetta allt saman rísa? Jú, það er bara mjög skemmtilegt að sjá þetta rísa upp og verða að einhverju. Er þetta samhentur mannskapur sem starfar hérna? Já, ég myndi segja það. Þetta væri bara ágætis svona hópur en fram að þessu höfum við að mestu leyti verið hérna bara 2 við og það er að segja NLS Saga og Árni Helgason sem sér alla jarðvinnuna. Sem sagt verktakarnir? Já, en núna eru að bætast við náttúrulega, eru komnir aðilar sem setur stálgrindina og það er byrjað að setja upp ofnana og þannig að nú fjölgar. Það kemur til með að fjölga mikið hérna á næstu viku. En það er að koma haust, þannig að þið eru sjálfsagt líka farnir að fylgjast betur með veðurspánni og svo framvegis. Jú, það maður sér bara ekki nógu langt fram í tíman en jú, maður er farin að óttast veðurinn. Þannig að veðrið það getur haft áhrif og hefur það náttúrulega hvernig gengur? Engin spurning, í verstu veðrunum er náttúrulega bara engin framleiðsla, eða nánast engin. En þið sjálfsagt eru bjartsýnir hérna á að þetta standist nokkurn veginn alls saman hjá okkur? Við getum ekkert annað. Við verðum að vera bjartsýnir og
Við náttúrulega ætlum að láta þetta ganga.